Þú þátt í hreyfiviku UMFÍ dagana 23. til 29. maí. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það er 9. maí fyrir þá sem að hlusta á þetta viðtal eftir á. Ég komi með hérna góða gesti úr stjórn Selfoss handboltans og já, það er Magnús Matthíasson og Gunnar Jón Ingvarsson komið. Blessar og sælir höfðingjar. Já, heill og sæl. Heill og sæl, gestur. Ég ætla að biðja ykkur að tala aðeins nær mæknum eða í lagi, þannig að heyrist pottet í ykkur, þó ég sé engin tækni sérfræðingur hérna. En já, kannski maður byrja að óska ykkur til hamingju með félagið, bara Selfoss handbolti eins og það er búið að ganga þessa leiktíð. Já, þakka kærlega fyrir það, gestur. Það er ónættilega búið að ganga nokkuð vel og hérna í öllum flokkum, yngri flokkum, þar hafa verið Íslandsmeistaratitlar sem hafa komið í hús og mörg hundur krakkar sem hafa verið að æfa og meistaraflokkarnir staði sem ágætum stelpurnar hafa hérna tekið fram faraskref mikið og auðvitað er ekkert að neita því að hérna hápunktur var náttúrulega síðan 5 leikja úrslita keppni þar sem að strákarnir okkar náðum einstaka árangri eftir að hafa lent 0-2 undir að hafa sigur á Fjölni í Grafavegi og tryggja sæti í úrvalsdeildinni. Við verðum nú að viðurkenna það eins og allir spekkingar sögðu það ekki að þið áttu ekkert von á því að það er nokkuð að þeir myndu snúa sig tilbaka eða var þetta alveg sjálfsagt? Voruð allir rólegir hérna í stjórninni? Já, hvað segir þú Gunni? Hvernig varst þú? Við vorum alltaf alveg öruggir á þessu sko, þetta var alveg bóðitt. Já, nákvæmlega. Úrslitaatriðið var að vinna leiknum 3 úr því sem komið var og við náðum honum, þá var þetta alveg bara alveg öruggt það sem eftir var. Í okkar huga allavega. Já, nákvæmlega. Já, þannig að það var engin svartsýni á ykkur allavega. Nei, við líka hérna bara treystum því sem að þjálfararnir sögðu það fyrir Einvíð og þeim mun lengra sem Einvíð verður, þeim mun betra fyrir Selfoss og þeir höfðu greinilega lög að mæla vegna þess að við sigum fram úr síðasta 10 mínútna korter í síðasta leik á 5. Og já, Selfossingar að spila núna í Ólisteildinni fyrst skipti í, já, hvað, 5 ár? Já, jú, það er 5 ár síðan að við vorum þar síðast. Og það er nú heldur betur búið að vera mikið að vera að, já, síðan þá, hvað, við erum búin að eignast eða ekki hérna á Selfossi, þó nokkra atvinnumenn bara og leikmenn í Ólisteild karla. Jú, ég held að það náttúrulega svo sjálfsögur gerir sem náttúrulega allflestir hérna í handboltahreyfingunni grein fyrir því að hérna Selfoss náttúrulega undanfarin 10 ár hefur náttúrulega verið hérna framleiðslu verksmiða handboltamanna fyrir önnur félög og það er bara vel, það er bara gott, það hefur hérna hjálpað náttúrulega landsliðum Íslands sjálfsögðu á erlendu vettvangi og hérna styrkt handboltan almennt á landinu og er það bara hið besta mál. Já, það má segja það þegar þeir eru konið núna í Ólisteildina þá er það ekki, já þá er það ekki bara að halda í kjarnana sem er kominn eða ætla að halda áfram að ala upp leikmenn bara? Já, það er nú nokkuð ljóst að við náttúrulega verðum með okkar kjarna og eins og fréttir hafa borið með sig síðustu daga þá hefur við verið að styrkja hann og fá leikmenn heim og þannig að það er bara jákvæði tímar og skemmtilegir á Selfossi, þetta er náttúrulega Selfoss handboltabær og verður það áfram, þannig að við eigum að vera meðal þeirra bestu. Nákvæmlega, og já, maður bara horfir á stemninguna í kringum eins og, já, þegar það var orðið ljóst að þeir færu upp að þá er bara lögreglufylgd og flugvéldasýning og fullt af fólki að taka móti liðinu. Þetta sést nú ekki á mörgum stöðum, á Íslandi allavega. Nei, ég meina þetta hérna bara sýnir það hvað hérna bæjarbúar voru ánægðir með að við skildum ná þessu takmarki og þegar að hérna sigur flautan gall í Grafarvoginum þá hérna lögðust menn bara á árarnar og hérna það var ekki búið að bóka neina sali eða kaupa neina hérna kampavínsdrykki eða nokkuð slíkt sko, þannig að menn lögðust það bara eitt og hérna einhver hafði nú bara samband við lögregluna og annar pantaði hérna að þess að slá upp hérna sigur veislu og svo framvegis og gekk það bara með þennu mestu ágættum og var alltaf afskaplega gaman fyrir hérna strákan og all liðið að koma heim og hérna það sem að allur þessi fjöldi tók á móti liðinu og síðan alltaf fagnar langt fram á nótt og miðvikudagskvöldið og einhverjir stóðu sér það vel að þeir náðu að tengja við laugardagskvöldið þegar hérna lokahóf handskjætlingsdeildar var síðan. Já, þetta var alveg veisla. Nákvæmlega. En já, liðið, við höldum frá okkur við kallaliðið, þá er í gegnum tíðina þeir eru búin að vera svo rosalega nálægt í alltaf að komast upp í úrvalsdeildina, þannig að þetta hlýtur að vera rosalega léttir fyrir alla aðdáendur og leikmenn og stjórn eða ekki. Léttir, jú, það er auðvitað mikið léttir en
en auðvitað náttúrulega vandi veksend hverri. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta auðvitað bara spennandi tíma framöndan á Selfossi. Aðeins að líka, kvennaliðið ykkar, það er komið 4 ár síðan að þau byrjuði úrvalsdeild og það er virðist vera búið að vera þarna þessar stelpur, þessi sami flotti kjarni sem er búið að halda sér saman. Hvað þarf til þess að halda öllum þessum leikmönnum, þessum öflugu leikmönnum? Já, ég held að það sé náttúrulega fyrst og fremst ástæðan fyrir því að við náum að halda leikmönnum þó þetta vel, sérstaklega stelpumegin, þótt að það hefur náttúrulega verið vandamál undanfarin ára við missum alltaf sterkustu strákana náttúrulega fyrst og fremst það að umgjörðin hefur alltaf jafnan verið mjög góð og það er akademían í FSU sem að er svona ákveðin ekki, hvað vildi ég segja, svona ákveðið grunnstoð í uppbyggingu handboltans, þetta hefur alltaf hjálpað okkur það sem hefur hjálpað náttúrulega líka er það að það eru hæfir þjálfarar, það er alltaf verið mikil áhersla að það vera með góða þjálfara. Þetta er nú svona kannski megin galdurinn á bakvið það að hafa náð þessum stöðuleika bæði hjá strákunum og stelpunum. En yngri flokkastarfsemin virkilega flott og eins og búið að sýna sig í gegnum tíðina. Hvernig svona aðstæður, eða ekki með yngri flokkastarfsemin, nú Selfoss mikill íþróttabær. Eru þið í sömu vandræðum og flest allar deildir búin að sprengja svona nokkuð utan að ykkur aðstöðu? Já, þetta náttúrulega stórkostleg vandamál sem að handknattleiksdeildin stendur frammi fyrir. Það náttúrulega þarf að vera með á köflum krakka börn sem eru með á 3 til 4 ára tímabili saman á æfingum, þannig að geta verið sem sagt 7 til 11 ára krakkar saman á æfingum út af plássleysi. Sjálfur sér hefur það náttúrulega bara verið reynt að leysa það alltaf í sátt og samlyndi við alla en augljóslega háir plássleysi náttúrulega frekari framgangi handboltans mikið Og ég las daginn að þá var einmitt búið að vera vandræði það ekki ofta bara mæta á æfingar akademi en verið vandræði með að mikið nota Harpix í Jú, það sjálf sér náttúrulega má segja sem svo að FSU framhaldsskólinn á Selfossi hann náttúrulega sé algjöru farabroddi hvað kemur að íþróttaakademi á landinu og náttúrulega leiðandi á því sviði og náttúrulega alveg einstakt í raun og veru það starf sem að þeir verið að vinna þar það nú kannski svo sem bara einhver dropi í hafið að þetta litla vandamál að handboltinn þyrfti kannski að fá aðeins aukinn tíma til þess að geta æft í því stóra húsi sem að þar En aðeins að akademínu, það þessi akademi heldur betur, við erum að tala eins og ef maður að æfa handbolta bara í dag og að klára 10. bekk þá, hvað betra ef þú ert góður í handbolta og vilt vera afreksmaður í handbolta heldur en að koma bara í rauninni handboltaakademínu hinga? Það ekki tilvalið fyrir úlinga? Það hlýtur að vera draumur allra ungra handboltamanna að vera hér í akademíunni og vera í þessu fína starfi sem hér unnið. Hlýtur að vera. Það sést allan á, það búið að skila sig allan á landslísmaður eins og Bjarki Már og Elísson og fleiri atvinnumenn. Þeir kom allir á akademíunni, eða ekki? Jú, nákvæmlega. Það að gera en þessi akademía, hvernig virkar hún fyrir sig? Eru menn að fá bara eininga fyrir að æfa handbolta? Já, ég meina það þau náttúrulega bara sækja, þetta náttúrulega bara inn í námskrá hjá þeim, þannig að þau fara á æfingar á morgnana fyrir bóklega tíma og eru náttúrulega að taka líka alls konar bókleg fög sem tengjast íþrótta og handbolta iðkun, þannig að þetta bara faktískt bara hluti af námskránni, bæði æfingarnar, verklegar æfingar og sem skriflegt nám. En allan að nú það í bili, ég ætla að halda ykkur aðeins lengur ef það í lagi, ég ætla að skella inn einu stuttur lagi og svo það er almennilegt, Jóstur. Það ekki, almennilegt, Glindir að biðja óskálag, handa ykkur. Við verðum spóð eftir smástund, það komin lokatölur í Stjarnan Grótta sigraði með 10 marka mun 18-28, þannig að Grótta leiðir inn við núna 2-0. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Betri tónlist, meiri fjölbreytni. Suðurland FM 963.
Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við erum ennþá hér í handbolta umræðu og á línuna, þeir eru nú bara hérna í settinu, Magnús Matthíasson og Gunnar Jón Ingvarsson, stjórnarmenn hjá Selfoss handbolta og já, þið eru ennþá hérna. Jú. Þú lífum því ekki? Þrátt fyrir lagavalið? Já, þetta var nú allt í lagi. Já, þetta nú sloppið hingað til, en við kannski fáum að velja einn hérna eftir. Nákvæmlega. Herðu, en já, við vorum búin að fara yfir svona hvað akademian og fleira snýst, en já, það má segja, ef við förum að þessi ólistil kvenna, þá þetta leiktímanbili ólistil kvenna, það er ekki búið að vera hrikalega jafnt, má segja. Jú, það er alltaf búið að vera gríðarlega jafnt. Við hann skipti öllu máli fyrir okkur að halda okkur meðal 8 efst út af því að á næsta tímabili náttúrulega verður skipt niður í 2 deildir og okkur tókst það. Það er nokkuð örugglega, mjög örugglega mætti ég segja. Það okkur vantaði kannski herslumunn að fara svona, vera í toppnum. Við lendum í 7. sæti en erum augljóslega að sýna mikla bætingu frá því að tímabilinu áður. Má segja, markatalan sýnir það bara og erum að taka náttúrulega stiga á móti svona superliðum eins og IBF og til að mynda. Gaman að sjá þessa sunnlensku slagi IBF og Selfoss. Já, það er alltaf vissulega þótt að við séum náttúrulega vinalið og ágrannar og allt það, þá hart tekist ákvörð sem það er í fótboltanum, handboltanum og körfunni. Við séum nú betri í körfunni Selfossingar. Körfuboltalið í eigin heldur. Þeir eru þarna í annarri deildinni. En já, sko, nú á tvískipta deildinni þannig að tímabili næsta verður jafnvel erfiðara eða eru með ykkur á skoðun á þessu? Það er búið að vera mjög skipta skoðunir hvort að eitt skiptir sig í 2 deildir eða ekki. Ég var ekki samþýtt á HSI-þinginu að sleppa því að skipta í 2. Já, eða skildi ekki bæta stuði fleiri lið eða eitthvað, ég manna það ekki alveg. Já, eins og miðað við fjölda eins og staðan er í dag skilja þetta þannig að það verði 2 deildir. En það fer eftir því það fer alltaf eftir hversu mörg liður að skrá sig til leiks, hvort þau eru 14, 15 eða 16. En þannig að við erum kannski reyndaldið blind í sjá með það verður bara að koma til ljós í haust. Skiptir svo sem í megin, þetta ekki öllu máli, aðalatriðið er það bara við verum með sterkt kvennalið eins og við höfum verið með og ég held að það sé átt að fullfyrir það að við verum með betra lið á næsta sísoni heldur en við vorum með núna. Við mist 1 leikmann og það er náttúrulega alltaf slæmt en nú svona grunnum það að við ættum að styrkja hópinn og koma mun sterkari til leiks heldur en síðasta tímabili. Og já, þjálfari liðsins Sebastian Alexandersson, hann verður áfram þjálfari eða? Sebastian Alexandersson, hann hafa verið ákveða að hann þjálfi stelpurnar áfram og það er bara hið besta mál. Það er hann hefur þjálfað þær nú í 4 ár frá því að við hófum keppni í deild þeirra bestu og stelpurnar bara ánægð með hann. Það verður kannski einhverja breytinga að gera, það er ekkert ólíklegt að það verði aðstoðarþjálfari og svona einhverja breytingar í umgjörðinni, markmannsþjálfun verður aukinn og fleira slíkt. Já, þessi hópur, hann er nú ekki með háan meðalaldur? Nei, hann er svona, þetta er svona rúmulega fermingavesli meðalaldurinn. En það er náttúrulega, það er jafnframt styrkur okkar, við náttúrulega áttum til að mynda 4 stelpur í 20 landslið Íslands, það eru allar núna dottnar út, sögum aldurs, áttu allar verkefni núna í vetur. Þetta eru náttúrulega leikmenn sem eiga náttúrulega að rísa upp núna, auk aðlandsliðs kvenna okkar, sko. Og annara sem eru búin að vera í þessu, skiptir náttúrulega bara allt, snýst bara allt það að vilja leggja eitthvað á sig og vinna og æfa. En það er alveg klárt að við okkar kvennalið verður meðal þeirra bestu. Já, nákvæmlega. Það er bara, þannig verður það. Já, allan að lítur allt út fyrir það er búið framfyrir hverju einast ári. Já, það er bara hraður stígandi í þessu. Nákvæmlega. En já, ef við förum í ólistild kvenna, þetta var jöfn og skemmtileg deild þetta tímabil og já, einví Stjörnun og Gróttu sem er í gangi núna, Grótta konur í 2-0, eiga Grótta núna kannski bara Íslandsmeistaratitilinn vísan eða hvað finnst ykkur það? Já, voru það að vinna sem satt áðan bara? Já, með 10 marka mun. 10 marka mun, já. Já, en þú sér nú bara fyrst gestur að því við erum nú að tala um sko, okkar lið hérna aðalega, þá sjáum við það að Grótta hafði sennilega bara meira fyrir því að vinna okkar stelpur heldur en þessa 2 leiki sem að þeir eru búin að vera að djöflast í Stjörnunni með en Stjarnan gæti nú alveg komið tilbaka, það er svo sem þekkt í kallaboltanum og kvennaboltanum
Við komum tilbaka og vinnum leik 3 og vinnum svo 3-2. Þetta hann, annað þess hefur gerst. Já, annað þess hefur gerst, það hefur bara sögu frá því í síðustu viku. Já. Þannig að það er svo sem auðvitað getur gerst, en það er aldrei að vita. En hvað finnst ykkur Ólistild karla? Þar er Haukur Afturhelding sem eigast við, staðan í einvínu orðin 1-0 fyrir Afturheldingu. Haukar, já. Ef þið þorðið að spá, maður er aðeins svona, þið þorðið ekki? Fráleitt, ég þorðið alls ekki. Gunnar, þorðið þú að spá? Haukar, Afturhelding. Já, nú er náttúrulega leikur miðvikudaginn í hérna upp í Mosó. Og hann ég ansið hrættur Afturhelding takið það líka. Já. Þá ég ætla að vera algjörlega ósamála þessu. Ég ætla að veðja á Haukana, við eigum okkar selfising þar í annu staða eins og náttúrulega í flestum öðru liðum, þannig ég hef nú trú á því að Gunnar Magnússon og strákarnir hans taki þetta nú hérna í restina. Ég er nú reyndar alveg vissum að Janus Daði verður maður leiksins segja síður, ég held alltaf með honum. Já, skiljanlega, selfisingur þarna fer. Hitt er bara raunhæft mat, sko. Já, nákvæmlega. En hvernig svona framtíðin, það er náttúrulega, við erum með úlinga landsliðsmenn og já, það má segja það, við erum að fara að eignast sennilega í framtíðin hérna frá Selfossi, já, fleiri atvinnumenn og landsliðsmenn, svona eins og staðan er í dag. Já, ég meina, þú veist, eins og áður nefndi Janus sem alltaf er að fara út eftir því sem ég besta eitthvað sem ég vil í Danmörku. Og Ómar líka? Og Stefánsson alltaf er að leiðin út líka og á sama tíma er Árni Steinn að koma heim, þannig að þetta er bara svona eins og kaupin gerast á Eyrinni og það er bara þið besta mál, stráka fara út og stelpur líka og ná sér í mikla reynslu, koma tilbaka og miðla að fyrir reynslu hjá okkur, það er bara eins og mjög gott og það styrkir hérna starfið á héraði og víðar. Aðeins stuttlega að liðinu hjá okkur líka, þið eru með, já, hann Þóri Ólafsson, hann kom sterkur inn í Oddaleikin, hann kannski stafsóldi sinunni þarna í Oddaleik. Já, hann var alveg stórkostlegur og það var hérna, þá rifjast hann bara upp undan var í haust þegar maður fá hann og þegar menn voru að segja það, Þórir, hann er nú búinn, nei, þá var einhver sem sagði, nei, það verður nú gott að hafa Þórir þegar við fyrir með úrslitakeppnina, hann ætlar að sýna að úr hver hann er gerður og hann gerði það svo sannarlega og hann var stórkostlegur, svo sem eins og strákarnir allir. Ég get ekki sleppt ykkur hérna nema tala rétt svo stemningsliði hérna Mílan sem verður eftir í fyrstu deildinni. Hvernig finnst ykkur svona búið að stemningi, er Mílan búið að hjálpa ykkur í gegnum tíðina eða svona á þessum fyrstu 2 árum meistaraloki? Já, meina, það er engin spurning að þetta samstarf Mílan og Selfoss, það hefur gengið bara alveg vonum framar og þótt að þessi lið hafi verið sömu deild í vetur og verið mæst í innbyrðisleiki, þá er það engin spurning að árangur Selfoss og það að komast upp í Ólisteildina má meðal annars þakka þessu samstarfi við Mílan, að geta verið með þennan fjölda stráka að æfa handbolt á Selfossi á topp level, það skiptir öllu máli bara fyrir þennan ára. Svo er eitt sem ég gleymi alltaf að spyrja ykkur að, sem ég gleymdi að fara alveg yfir. Þið eru að halda það ekki alltaf árlega eitt stærsta handboltamót í yngri flokka hérna á Selfossi, 7. flokki eða ekki? Stráka og stelpna. Það er þetta mikill fjöldi eiginlega handboltaliðum sem mæta þarna því að maður sá að Selfoss bæri maður fullur hérna á dögurum í apríl bara handboltaiðkendum. Já, ég veit ekki hvað liðin mörg en ég er ekki með þá tölu. Iðkendur krakkar sem koma að keppa eru nálagt 900. Jú, 7. flokksmótið sem aðeinskilst stærsta mótið og fer fram heila helgi, gríðarlega skemmtilegt og eru framtíðar leikmenn liðana að skemmta sér í handbolta og við þýms aðra skemmtilega iðkam. Áður en ég slepp ykkur, hvað endar Selfoss í Ólistild karla á næsta ári? Já, nú er stórt spurt, við höfum alltaf verið að tala það að vera lið fari upp og það að styrkja sig í sessi og stefna því að halda sér uppi. Það er náttúrulega við erum búin að vera halda 2 stjórnarfundi frá því að þessi árangur náðist og þar að auki stjórnarfundi svona víðar hér og þar og menn eru allsendis ósammála það hvert markmiðið að vera. Það er allt frá því að gera betur heldur en í ár náðu við öðru sæti. Það er spurning hvort við ætlum að reyna að ná fyrsta sæti á næsta ári eða hvort við ætlum að halda okkur í deildina bestu. Sjáum til, við munum bara gera okkar besta held ég. Og í Ólistild hverja?
Hvenna það að sjálfsögðu takmarki að fara í topp 4. Það er allavega alveg örugt málgestur að það verður allt lagt í það að hafa að styðja þannig við þessi lið og gera það þannig við Garði að við getum verið að spila með þeirra bestu. Nákvæmlega. En það segir að við erum handboltabær. Við erum handboltabær, Mekka handboltans, skildir mér. Það er líka, þú sér það eru náttúrulega aðri klúbbar sem horfa til þess sem við erum að gera hérna og öfund okkur að þessari framleiðslu maskinu sem handboltin er hér. Nákvæmlega. Þannig að það er bara gott. Magnús Matthíasson og Gunnar Jón Ingvarsson, þakka ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur sem allra best í sumar og í haust, því að þið megið ekkert slaka á í sumar eða nokkuð? Við megum ekki slaka á. Við megum alveg slaka á. Svo getum okkur bara aðeins í golfið og svona og það er gott að hugsa golfinu þegar. Já, nú veit ég að þú ert golfari Gunnar og þú ert líka skákmaður, eða ekki? Og eru þið búin að bjóða okkur öðrum í sitt hvort íþróttina eða kom ykkur aðalli? Já, við höfum telt, en við höfum ekki tekið hring á golfverðinu. Við höfum farið í fótboltaspil. Við höfum farið í fótboltaspil. Nákvæmlega. Það er nefnilega ekki selta handboltaspil í búðunum. Nei, nákvæmlega. Annars hefur við prófað það. Gunnar Jón og Magnús, takk ykkur kærlega fyrir komuna og mér finnst alveg stórhættulegt að fá Takk fyrir að fá okkur. Ég verðist alltaf að kaupa eitthvað þegar þið mæti hérna á sveiði. Ég var að kaupa uppþvottavél hérna núna óvart. Konuna senda skilabóð. Það er bara, þetta er Getur uppþvottavél? Það er mikið með nýja uppþvottavélina, Gestur. Já, takk ykkur. Sportþátturinn Mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.